Og þá erum við komin inn í skref númer 7. Og skref númer 7 er þakklæti. Það hefur vafist fyrir mönnum í langan tíma hvað þakklæti þýðir. Það hefur líka vafist fyrir mönnum í langan tíma hvað orðið uppljómað þýðir. En það að vera uppljómað þýðir það að maður lýsir til fulls. Að það lýs af manni, maður ljómar af gleði og af ástríðu og það er kveikt á öllum perum. Þakklætið er uppljómið vegna þess að í þakklæti er engin skortur. Þar hefur skortið lagst í dvala og við skiljum það að hvert einasta andartak er blessun. Við skiljum það að allir dagar eru ljós og vettvangur birtingar, þannig að við getum látið ljós okkar skína og gott á okkur leiða. Við skiljum það að það er engin augnablik í tilverunni sem eru það sem menn kalla slys, heldur tilviljun eða það sem við kallum coincidence eða synchronicity, það sem við erum að vilja til okkar aðra þáttækendur í þessari yndislegu tilvist til þess að spila með okkur í okkar hljómsveit, hvort sem við erum að spila, skal ég segja, rock and roll eða hvort það er drama eða hvað það er, skilur við. Og þakklætið er tilfinning, þar sem að maður finnur fyrir í raun og veru sinni tilvist og maður er að upplifa dýrð tilverunar í ákveðnu einastu augnabliki og þetta er eins og mjúkur hiti sem leggst yfir mann. Auðvitað gleymir maður sér en maður fer aldrei langt í burtu frá þessu. Og þegar menn eru komnir í þessa þakklætisástand að þá er vegur og vísir þeirra allt annar. Það er að segja, þeir skilja að allt er nákvæmlega eins og á að vera akkurat núna. Og hvert einasta tækifæri, hvert einasta áreiti við umhverfið er ekkert annað en ábending viðnám eða flæði og ef það er áreiti að þá er tilverun að ýta við okkur til að vekja okkur. Og þessum áreitum fögnum við, skiljum að það eru bara blessandi í tilverunni að því að við erum orðnir að birtir, við erum ekki lengur dimmir.